Jæja, vinir, komið sæl. Í dag langar mig að skoða með ykkur upphafsversin í Jóhannesarguðspjalli. Jóhannes, hann var talsvert frábrugðinn hinum postulunum, en það er sagt að hann var postulinn sem að Jesús elskaði. Ekki að hann hef ekki elskað hina, það var bara eitthvað sérstakt samband á milli þeirra. Og það kemur vel fram í Guðspjallinu og bréfum hans. Guðspjallið hans hefst á ljóðrænan hátt og svo fallega að það er fátt sem stenst samanburð. Og mér langar að skoða með okkur fyrstu 5 versin og í fyrsta kaflanum og það er svo margt hér til að skoða í þessum fáeinu versum, svo mikið innihald. Og það segir, og það hljómar svona: í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Og ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Bara þessi 5 vers, en það er alveg ótrúlega mikið í þessum versum. Ef ég geti gefið þér eina hugmynd hvað Jóhannes er fyrst og fremst að segja okkur í Guðspjallinu, eins og Jóhannes setur þetta fram, þá var þetta að þetta snýst allt Jesú Krist. Hann og hafði það í huga að þessi bók, Guðspjallið, snýst alfarið Jesú. Hann er aðalpersónan. Og Jesús er þungamiðjan í öllu því sem Jóhannes fjallar í þessari bók. Hann, Jesú Kristur, er allt í öllu og snýst allt hann. Og þú kannski ert að hugsa, getum við ekki sagt það sama öll hinn 3 Guðspjöllin? Eru þau ekki líka að fjalla það sama? Og vissulega er það satt. En það er áhugavert við þetta, hvernig Jóhannes byrjar þessa frásögn fagnarinnsins. Að hans frásögn er mjög frábrugðin hinum Guðspjöllunum. Þú hefur kannski tekið eftir því þegar það lest í gegnum Mattheus og Markus og Lúkas. Og þú finnur þeir byrja á því að tala Jesú í samhengi við sögu Ísraels. Þannig að Mattheus byrjar á ættfræði Jesú og byrjar á Abraham, föður gyðinga. Og Markus byrjar á því að segja frá predikun Jóhannes skírara og byrjar að tala komu eða tíma Messíasar fyrir Ísraelsþjóðina. Og svo líka Lúkas, hann fer aftur til fæðingar Jóhannesar og skírara og þá byrjar hann að fjalla fæðingu Jesú og síðan deilir hann ættfræði Jesú og fer alla leið aftur til Adams. En allt þetta tengist Ísraelsþjóðinni, tengist þessari þjóð sem Jesús fæddist inn í. En Jóhannes, hann fer alltaf aðra leið. Hann byrjar á eilíðinni. Hann byrjar á því að segja í upphafi. Og við lesum þessi orð og við hugsum í upphafi. Upphafi hvers? Upphafið þegar allir hlutir urðu til. Og þú sér því í hugum okkar manna getum við skilið að eilíð er eitthvað sem er í fortíðinni. Að jafnvel í því er ákveðin þversögn. Það er engin fortíð til eilíðar því að eilíðin er tímaleysi. Og svo þegar við notum þessi 2 orð saman þá passa þau ekki. En það hjálpa okkur kannski til að skilja hvað við erum að tala Við erum að tala tíma fyrir tíman ef hægt er að taka þannig til orða. Við erum að tala þann tíma og hugtakið tími virkar ekki einu sinni. En við erum samt að tala þann hluta eilíðarinnar áður en allt hófst. Og þannig byrjar Jóhannes í Guðspjallinu. Og það er valdið því að sumir hafa velt þessu fyrir sér og þau byrja að hugsa þetta þannig að úr því að Jóhannes byrjar á því að tala Jesú eins og hann tengist á einhvern nátt sköpuninni. Hann segir í upphafi, sem er önnur leið til að tala sköpun, hvernig hlutirnir hófust. Að því að Guð skapaði alla hluti, það var strax í upphafi. Og hann segir, í upphafi var orðið. Og við vitum að það er verið að tala Jesú, því að það snýst allt Jesú. Og þetta hefur valdið því að sumir velta því fyrir sér hvort Jóhannes sé að segja við okkur að Jesús hafi átt sér upphaf þegar allt hófst. En það er alls ekki það sem Jóhannes er að segja. Hann er einfaldlega að segja þarna í þessu versi að þegar sköpunin átti sér stað, að þá var Jesús þegar til staðar. Jesús var þegar þar.
þegar allir hlutir urðu til. Og það rétta leiðin til að orða það. Og Jesús, hann notar sjálfur svipað orðalag þegar hann talar sjálfan sig í eilíðinni. Eins og til dæmis í Jóhannes 17. kafla, að Jesús að biðja, hann segir í versi 4, ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu, og hann að tala hér við föðurinn, og með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýr sem ég hafði hjá þér, áður en heimurinn var til. En það önnur leið til að segja að fyrir upphafið, eða áður en allt byrjaði, eða með öðrum orðum, Jesús að segja að dýrð hans hafi verið hjá föðurnum áður en heimurinn var skapaður. Og hér annað dæmi, það reyndar bara rétt neðar í sama kafla í versi 24 og segir, Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér það sem ég svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú hefur gefið mér, að þegar þú elskaði mig, og hér það aftur, fyrir grundvöllin heims. Og í báðum þessum versum Jesús að segja, ég var með föðurnum í fortíðinni á því tímabili áður en tíminn byrjaði. Ég var þar og ég deildi dýrðinni. Það stórkostleg fullyrðing. En við fáum betri skilning á þessu þegar við lesum fyrsta versið þarna í Jóhannes 1. kafla í heild sinni, þar sem að segir, í upphafi var orðið. Það segja að þegar allt byrjaði, þá var orðið til staðar. Og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og nú skiljum við meira Jesú í þessu versi. Við sjáum að hann sjálft orð Guðs. Orð Guðs, gríska orðið logos. Hann logos Guðs. En svo lýsir Jóhannes því yfir að orðið Guð. Og það heillandi. En það margt í þessum yfirlýsingum og við þurfum að skoða það dýpra. Í fyrsta lagi, hvað átti Jóhannes við þegar hann skrifaði hér að Jesús væri orð Guðs? Orð Guðs augljóslega það sem kemur fram í Gamla testamentinu, og það sem orð Guðs kemur augljóslega fram sérstaklega í sköpuninni, það sem orð Guðs birtist okkur þar. Og hér nokkur dæmi að Guð sagði verði ljós, og Guð sagði verði festing, og Guð sagði safnist vötnin undir himninum í eitt stað, svo þurrlendi sjáist. Og Guð sagði láti jörðin af sér spretta græn gröð, sáðjurtir og aldintrí. Þannig kemur auga á þetta. Það sköpunarverkið. Það varð allt til fyrir orð Guðs sem fór fram og skapaði. Og svo það sem við erum að segja hér, að það sem Jóhannes segir okkur að Jesús sé orð Guðs, þá erum við að segja að Jesús skaparinn. Það orðið sem fór fram og skapaði. Og það einmitt það sem að Biblían staðfestir fyrir okkur á nokkrum mismunandi stöðum. Og sjáum það til dæmis í Hebreabréfinu 1:2, þar sem segir, en nú í lok þessara daga hefur hann til vor talað í syni sínum, sem hann setti erfingi allra hluta. Og sjáðu svo hér, fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Og hann bætir þessu við svona eins og í framhjáhlaupi. Já, það vel að merkja, hann var líka hann sem að gjörði heimana. Og svo líka hér í Kólussubréfi 1:16, Páll segir það enn skýrar, enda var allt skapað í honum, í himnunum og jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómur, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. En það fer ekki á milli mála hjá honum Páli. Og svo hérna þau förum aftur í Jóhannes 1. kafla og skoðum vers 3 þar. Þá segir Jóhannes, hann segir þetta aftur hér. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til Svo það engin spurning þá staðreind að Guð skapaði himinn og jörð með því að senda út orðið sitt, orð. Og Jesús þetta orð sem var sendt. Skaparinn sem talaði og það varð. Og nú þurfum við að skoða aðra staðhæfingu sem Jóhannes setti fram í lok 1. versins þarna, sem endjarvari. Og hann segir tvennt mjög mikilvægt Jesú sem þetta orð. Sjáum við hérna í versi 1. Orðið var hjá Guði og orðið var Guð.
Svo hvað hann að segja? Fyrst að öllu, þegar hann segir að þegar orðið var hjá Guði, þá var hann að segja að orðið sé aðgreint frá Guði föður. Og við vitum að það er raunin. Við vitum að faðirinn er persóna og við vitum að sonur Guðs, eða í þessu tilfelli orð Guðs, er líka persóna, aðskilin frá persónu föðurins, eða hans persónu. En samt sem áður, einn með Guði í guðdóminum. Þannig höfum við einn Guð með aðskildum persónum. Og þess vegna segir Jóhannes okkur að orðið það var hjá Guði. Það var ekki í Guði sem slíkt heldur hjá honum, samkvæmt því sem hann segir hér. Og þetta hefur tilhneigingu til að rugla fólk. Og eðli Guðs mun alltaf rugla okkur í ríminu. Ef Jesús er Guð, hvers vegna bað hann þá til Guðs? Og þeir eru aðskildir einstaklingar. En þeir hafa talað saman alla eilífð. Persónur þrenningarinnar sem tala í sköpunarsögunni. Við viljum gjöra manninn eftir voru mynd. Og við hvern er hann að tala? Hann er ekki að tala við englana. Biblían segir aldrei að maðurinn hafi verið skapaður í mynd engla. Það segir skapaði hann í Guðsmynd. Hann skapaði þau karl og konu. Og hann skapaði þau í Guðsmynd. Faðirinn, sonurinn og heilagur andi hafa talað saman frá eilífð. Og það er þessi fallegi félagsskapur sem er í gangi. En það er erfitt fyrir okkur að skilja. Það er erfitt og það er ómögulegt fyrir okkur að skilja eðli Guðs. Og svo efast fólk að það segir, ég skil ekki hvernig það geti verið. Jæja, gott fyrir þig, því að þú munt aldrei gera það. Við erum að tala Guð hér. Við erum ekki að tala skapaða veru. Við erum að tala Guð og við erum að tala eðli Guðs. Og ef þú skilur það ekki, þá þýðir það eins að Guð er stærri en þú. Það ætti raun að vera gleðiefni fyrir okkur. Svo það næsta sem hann heldur áfram að segja er orðið var Guð. Og það er mjög afgerandi staðhæfing. Þegar við segjum þessi orðið var Guð og er Guð. Það er mjög skýrt. Ekki erfitt að skilja þegar hann segir það einfaldlega. Reyndar er það svo skýrt og það er svo endanlegt að það hefur verið ráðist grimmilega á það að þegar lesið er áfram í Jóhannesar Guðspjalli þá hrópar það á okkur að Jesús hann er Guð. Og ef þú lest í gegnum það þá ættir það að samfærast þetta eitt að Jóhannes hann lýsir því yfir því Jesús væri Guð í mannlegu holdi. En hér er það sem er líka áhugavert. Ekki aðeins skráði Jóhannes sem sjónarvottur fyrir okkur yfirlýsingar sem Jesús setti fram sem aðeins Guð getur gefið. Heldur töldu gyðingar sem heyrðu og hlýddu á Jesú að hann væri líka að segjast vera Guð. Þeir voru þarna, gyðingar voru þarna og þeir heyrðu hann predika og kenna og tala. Svo hvað heyrðu þeir? Hvað heyrðu þeir Jesús segja? Leið mér að sýna þér hér í Jóhannes 10:31. Gyðingar tóku aftur upp steina til að grýta hann. Augljóslega var það ekki í fyrsta skipti. Og Jesús svaraði þeim, ég hef sýnt þér mjög góð verk frá föður mínum, fyrir hvert þeirra verka viljið þeir grýta mig. Og gyðingar svörðu honum, við grýtum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjörir sjálfan þig að Guði. Þannig að heldur að gyðingar hafi heyrt hann segja að hann væri Guð. Án efa gerðu þeir það og þess vegna tóku þeir upp steina og þeir vildu að hann væri grýttur fyrir að fremja guðlast þegar hann var í raun og veru að segja sannleikann. Lítum á vers 4 í þess að ég er komin aftur í Jóhannesar Guðspjall, 1. kafla, núna vers 4. Og þetta er fallegt vers, en það er auðvelt að hlaupa fram hjá því. Það segir, í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Og það virðist vera frekar einföld fullyrðing. Í honum var líf. Og við hugsum svo að allt í lagi, það er áhugavert, en vissir þú að það eru nokkur grísk orð sem við þýðum einfaldlega líf í Nýja testamentinu. En hefur mjög mismunandi merkingu. Líf í Nýja testamentinu gæti verið orðið bios
sem við fáum hugmyndin líkamlegt líf og augljóslega þaðan sem við fáum enska orðið biology, að þegar Jesús talaði áhyggjur og ánægju þessa lífs, notaði hann þetta orð. Það þetta líffræðilega líf. En svo annað orð sem þýtt líf í Biblíunni og það pasuke. Og það meira verið að tala svona hið andlega, sálfræðilega líf. Það ekki hið líkamlega líf, það að tala tilfinningar, vitsmunalegt líf sem við höfum. Og þaðan kemur orðið sálfræði að takast á við tilfinningar og vilja okkar og greind. En það bara þýtt sem líf í Biblíunni. Og svo það síðasta orðið og það það sem að Jóhannes notar hér í fyrsta kafla Guðspjaldsins, orðið zoe. Það þýðir ekki bara líf. Það að tala óskapaða eilífa líf sem kemur frá Guði og miðlað til mannkyns. Það kemur ekki frá okkur. Við höfum líkamlegt líf og við höfum tilfinningarlegt, vitsmunalegt líf. Við höfum ekki eilíft líf, ekki óháð Guði sem miðlar okkur því. En það lífið sem að Jóhannes að tala þegar hann að segja í honum, í Jesú var lífið, hið eilífa óskapaða líf Guðs. Það í honum. Það frábær hugsun. Nú ef það ekki yfirlýsing guðdóm hans, þá veit ég ekki hvað ætti að vera sterkari yfirlýsing. Í Jesú eilíft, óskapað líf. Og síðan heldur hann áfram að segja að þetta líf hafi verið ljós mannana. Eða með öðrum orðum, líf Jesú ljós mannkyns. Eilíft, óskapað líf Jesú sjálft ljósið sem við göngum eftir. Og svo staðreynd að hann ljós í okkur og eina ljósið í okkur, það minnir okkur á að mannkynið lifir í algjöru myrkri. Að mannkynið í andlegu myrkri og við verðum vitni að því á hverjum degi að heimurinn fullur af myrkri. Og við sjáum það og lesum það í allstaðar. En Jóhannes segir í versi 5, ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Það átakanlegt. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið hefur ekki tekið á móti því. Og þetta eitthvað sem við þurfum að venjast hjá Jóhannesi. Hann talar mikið ljós og myrkur, bæði hér í Guðspjallinu og líka í bréfunum sínum. Eins konar uppáhalds orðamyndir hans til að lýsa svo mörgu. En þetta í raunin það sem hann elskar að tala og hann mun vísa til þess djúpa myrkur sem hefur fallið yfir allt mannkynið og fólki sem býr í þessum heimi, sem býr í myrkri, býr í siðleysi. En hann segir þarna í versi 5 að ljósið skín í myrkrinu. En síðan annað áhugavert í Matteus 5, þar sem Jesús segir, þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Já, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Þannig að ljósið þá á að fá að skína og fá að lýsa upp heiminn. Og hann segir, ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þetta var virkilega heimskulegt. Og þetta sem hann raunin að segja, þannig að ljósið, að það lýsi yfir meðal mannana. Og hvað? Að þeir gefi þeir klapp á bakið og segja að þú sett svalur gaur. Nei, hann ekki að segja það. Alls ekki. Það til þess að þeir sjáu góðverkiðar og vexa með hvern. Ekki þig, heldur föður yðar sem á himnum. Og þetta snýst allt að gefa Guði dýrð. Og hvers vegna? Vegna þess að ljósið kemur frá honum. Það kemur ekki frá þér. Það kemur ekki af þér. Það af honum. Jesús ljósið. Hann gefur okkur ljós lífsins. Og það ljósið sem okkur sagt að láta skína fyrir öðrum. En við gætum byrjað að hafa áhyggjur og hugsa með okkur sjálfum að þegar við horfum í kringum okkur og sjáum hversu dimmur þessi heimur orðin. Eitthvað ljós eftir? Eða allt horfið? En sjáðu hvernig Jóhannes endar þessa yfirlýsingu ljósið og myrkrið. Hann sagði,
Myrkrið tók ekki á móti því og í raun væri réttara því þetta þannig að myrkrið hafi ekki yfirtekið það eða eignað sér það. Og það eru góða fréttir að myrkrið hefur ekki sigrað ljósið. Því að grísku orðin þarna sem er verið að þýða, þau bera þessa hugmynd að ná tökum á einhverju. Að þú getur yfirbugað það, þú getur eignað þér það, þú getur stjórnað því. Og hann segir myrkrið er að reyna að ná tökum á ljósinu, svo það getur eignað sér það eða það hefur ekki tekist það. Og Jóhannes segir ekki hvers vegna myrkrið vill sigra ljósið, hann segir okkur ekki hvers vegna eða með hvaða hætti. En hann gefur okkur ekki nánari útskýringu hér. Að myrkrið vill ná tökum á ljósinu, en það hefur ekki sigrað það. Og hér er verið að hvetja okkur til að láta ljós okkar skína því heimurinn er að vera dekkri. En þú veist að myrkur getur tæknilega séð ekki orðið dekkra. Heimurinn verður dekkri aðeins vegna þess að ljósið verður daufara. Því að myrkur er í raun ekki neitt, það er í raun bara skortur á ljósi. Og þegar þú kveikir ljósið, hverfur myrkrið því ljósið tekur við og við höfum verið kölluð til að vera ljós, láta ljós okkur skína í þessum dimma heimi. Það getur verið erfitt. Svo við ættum ekki að pirrast út í myrkur heimsins, því að það er auðvelt að falla í þá gryfju. Að þegar við lesum fréttir, lest fyrirsagnir, þú sér hvað er að gerast og þú sér hvernig stjórnmálamenn hvað þeir eru að gera eða gera ekki. Og það er mjög auðvelt að fara að láta það stjórna því hvernig okkur líður. Öll heilbrigð skynsemi er farin og þeir eru að taka alls konar heimskulegar ákvarðanir og það getur vakið gremju og reiði. En það er vers í Jakobsbréfi sem segir að reiði manns ávinnur ekki það sem rétt er fyrir Guði. Og það er satt, reiði mannsins. Þú munt aldrei geta látið ljósið skína þegar þú ert reiður út í heiminn og reyndar mun það slökkva á ljósið og hylja það. Það verður eins og að kveikja á lampa og setja skál yfir hann. Þannig að við verðum að vera mjög varkár, ekki reiðast, ekki verða svekkt. Láttu ljósið skína og leyfðu fólki að sjá lífið sem Jesús hefur gefið þér í gegnum anda sinn. Leyfðu þeim að sjá það. Talaðu Jesú og segðu fólki frá því sem hann gerði á krossinum. Þannig lætur ljósið skína. En tilgangurinn með þessu hjá mér í dag er að fá okkur til að koma auga á mjög mikilvægt atriði hér. Það er þetta, orðið er ljós og ljósið er Jesús og Jesús er orðið. Jesús er líka ljósið og ljósið er Jesús. Eða samkvæmt Jóhannesi þá er líf Jesú ljósið. Líf sem er hið eilífa líf eða hið óskapaða eilífa líf sem kemur frá Guði. Enda er Jesús Guð. Þetta er allt hið eitt og hið sama. Þannig að þegar við erum að tala Jesú þá erum við líka að tala ljós heimsins. Og ljós heimsins er líka orðið. Það er ekki hægt að aðskilja þetta. Þetta þurfum við að hafa í huga þegar við lesum hina ýmsu texta í Biblíunni og þetta fær okkur til að sjá marga texta með allt öðrum hætti og það langar mig að sýna þér í dag. Sjáðu hér hvað segir í Jóhannesi 14, 6-10. Jesús sagði við hann, ég. Býtu nú við, ég. Þegar hann er að segja ég, hvað er hann þá að segja? Þegar hann segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Er þá ekki orðið líka vegurinn, sannleikurinn og lífið? Við tölum að fylgja Jesú. Hvað erum við þá að segja? Erum við þá ekki að segja að fylgja orði Guðs, fylgja sannleikanum sem er að finna í orðinu? Enginn kemur til föðurins nema fyrir hvað? Ef við höfum ekki orð Guðs, þá erum við ekkert að fara að nálgast föðurinn. Nema við höfum orðið, þá höfum við ekki lífið sem við þurfum
til að geta nálgast föðurinn. Ef þér hafið þekkt hvað? Hann segir mig, en hvað hann þá líka að segja? Ef þið þekkið orðið, þá þekkið þið líka Guð föður. Og hann segir, ef þér hafið þekkt mig, eða orðið, munið þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Og hvernig má það vera? Jú, vegna þess að orðið kom í heiminn og birti okkur föðurinn. Og síðan heldur það áfram í 8. versi. Filippus, hann segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Og Jesús svaraði, ég hef verið með yður. Orð Guðs hefur verið með þeim, öldum saman, en núna með sérstökum hætti, þegar orðið varð hold. Þeir höfðu haft ritningarnar hjá þeim, sem orðið, sem Jesús, og gátu séð föðurinn í orðinu. En núna var orðið á meðal þeirra, orð Guðs í holdi. Og hann segir, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Orð Guðs hafði verið með þeim allan þennan tíma, þið þekktu ekki orðið. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Sá sem sér orð Guðs, sá sami sér Guð föður. Svo Jesús spyr, hvernig segir þú þá? Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Orðið, það í föðurnum og það í Jesú. Það í orði Guðs sem við sjáum bæði Jesús og föðurinn. Orðin sem ég segi yður, tala ég ekki að sjálfu mér, segir hann þarna. Faðurinn sem í mér vinnur sín verk. Orðið ekki bara Jesú, það faðurinn, því að faðurinn í orðinu og Jesús segir það þarna, faðurinn í mér og faðurinn í orðinu. Þannig eru þið að sjá þennan texta í nýju ljósi núna, þegar þið hafið þetta í huga. Skoðum annan texta. Sjáðu þið Jóhannesi 6, 32-35. Jesús sagði við þá, sannlega segi yður, Móse gaf yður ekki brauð af himni, heldur gaf faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Og þarna sjáum við eitthvað annað, það brauðið. Jesús brauðið, sem þýðir að orð Guðs brauðið. Við þurfum að borða þetta brauð. Og við þurfum að melta orð Guðs, ekki bara að lesa það í hálfkæringi. Orð Guðs þarf að fara inn í okkur, verða hluti af okkur. Og þegar það gerist, hvað það þá sem að brauðið eða orðið eða Jesú gefur okkur? Brauðið gefur líf, orðið gefur líf, Jesús gefur líf, líf í fullri gnægð. Það ekki bara eitthvað líf, það hið óskapaða eilífa líf sem kemur aðeins frá Guði og miðlað til mannkyns. Og svo lesum við áfram í versi 34. Þá sögðu þeir við hann, Herra, gef oss ætíð þetta brauð. Og Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins. Orð Guðs brauð lífsins. Ef við etum ekki orðið, meltum það og látum það verða hluti af okkur sjálfum, þá höfum við ekki þetta líf. Og svo segir hann, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann ekki þyrsta sem á mig trúir. Og þegar við komum til Jesú, þá erum við að nálgast orðið sem seður okkar andlega hungur. Þegar við trúum orði Guðs, þá þyrstir okkur ekki lengur eftir öllu þessu sem að heimurinn hefur að bjóða okkur. Við þurfum hins vegar að hungra og þyrsta eftir orði Guðs og þegar við neitum þess, þá seður það hungur okkar og þorsta og gefur okkur líf. Sjáðu svo hér í síðara Korintubréfi 5:17. Ef einhver í Kristi, hvernig getum við verið í Kristi? Getum við bókstaflega íklæst einhverjum öðrum? Hvað á hann við? Það ekki nokkur leið að skilja þetta öðruvísi en með því að segja, ef við erum í ljósinu, ef við erum í orðinu, það þá sem við erum í Kristi. Þegar við lifum samkvæmt orðinu, þá
þá erum við í orðinu og orðið í okkur, sem þýðir að við erum í Kristi og Kristur er í okkur. Og hann heldur áfram og segir, ef einhver er í Kristi er hann skapaður á ný. Og munið, orðið var til staðar í sköpuninni. Allt var til fyrir orðið sem er Jesús. Ef orðið gat skapað, þá getur það skapað upp á nýtt. Og við erum ný sköpun í Kristi eða í orðinu þegar það fær að lifa í okkur. Og hverjir verða afleiðingarnar af því? Hann segir okkur það hér. Hið gamla var það engu, sjá nýtt er orðið til. Að þegar orðið fær að vera í okkur og við erum í orðinu, þá verður okkar gamla líf að engu. Hið gamla líf sem stjórnast af gindum þessa heims verður að engu og við eignumst nýtt, óskapað, eilíft líf í Kristi eða í orðinu. Það er hann að segja okkur. Við skoðum annan texta hér í Galatabréfinu 3:26-29. Þér eruð allir Guðs börn fyrir trúna á hvern? Trúna á Jesú Krist. Hvers konar trú er það? Það er að trúa á orð Guðs. Trúa á að með því að tileinka okkur orð Guðs, með því að ganga í ljósinu, þá sýnum við að við höfum trú á að orðið gefur okkur nýtt líf. Og það gerur okkur að Guðs börnum. Síðan heldur hann áfram að segja, allir þér sem eru skírðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæðst Kristi. Og aftur, hvernig er eiginlega hægt að íklæðast Kristi? Það er aðeins hægt með því að tileinka sér orðið. Og Kristur er orð Guðs, holdiklætt. Og þegar við erum í orðinu, þá erum við í Kristi. Sjáu svo hér, hann segir, hér er engin gyðingur, né grískur, þræll, né frjáls maður, karl, né kona, þér eruð allir eitt í Kristi Jesú. Það skiptir engu máli hvaða þjóð þú tilheyrir, hver staða þín er í samfélaginu eða á hvaða kyni þú ert. Ef við erum í orði Guðs, þá erum við öll bræður og systur, börn Guðs. Það er engin forréttindahópur. Það er engin kynstofn sem hefur einhver forréttindi umfram aðra. Og síðan tekur hann af allan vafa með þetta þegar hann segir, en ef þið tilheyrið Kristi, sem sagt ef þið lifið samkvæmt orði Guðs, hafið trú á að orð Guðs veiti þér nýtt líf, þá eru þið niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Fyrirheitin sem Guð gaf Abraham og niðjum hans tilheyra þeim sem eru í Kristi eða í orðinu. Það er það sem hann er að segja okkur. Og sjá svo hér í síðara Korinthubréfi 2:17. Hér er Páll búinn að snúa þessu við. Hann er að tala orð Guðs en endar svo á að segja að þeir eru í Kristi. Og hann segir, ekki eru við eins og hinir mörgu pranga með Guðs orð, heldur flytjum við það af hreinum huga frá Guði, frammi fyrir augliti Guðs, með því að við erum í Kristi. Hann er í Kristi vegna þess að hann er í orðinu. Og það er augljóslega einhverjir aðrir sem eru að pranga með orðið. Einhverjir sem eru að nýta sér það í röngum tilgangi. Þeir eru ekki í Kristi. Í 1. Jóhannesarbréfi, 2. kafla, segir að það segir frá þeim sem rugla orði Guðs. Og það segir í versi 18, börn mín það er hinn síðasta stund, þér hafið heyrt að andkristur kemur og nú er líka margir andkristar komnir fram og af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þannig að ef Kristur er orð Guðs, hvað er þá andkristur? Það er þá eitthvað annað orð eða orð Guðs sem hefur verið afbakað. Enda útskýrir hann í versi 26 hvers vegna hann er að segja þeim frá þessum andkristi. Hann segir, þetta hef ég skrifað yður þá sem eru að leiða yður afvega. Þeir leiða afvega, hvernig þá? Með því að boða eitthvað allt annað orð eða afbakað orð. Þannig hafna þeir
orði Guðs og þar með hafna þeir Jesú Kristi. Nú, ég hefði getað tekið alveg fullt af öðrum textum og sýnt ykkur, en ég hef bara takmarkaðan tíma. En mér langar að enda á þessum hér í 1. Mósebók 3:2-4. Að þá sagði konan við höggorminn: af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en af ávexti trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munu þér deyja. Hún þekkti orð Guðs. Hún var fullkomlega meðvituð hvað Guð hafði sagt, eða með öðrum orðum, hún þekkti Jesú. Hún var íklædd Jesú. Hún hafði ljós og hún hafði líf, óskapað eilíft líf í Jesú Kristi. Og hvað gerist svo? Og það segir þarna: þá sagði höggormurinn við konuna: vissulega munu þið ekki deyja. Það var ekki orð Guðs. Það var ekki Jesú. Það var einhver önnur persóna. Og eins og við vitum þá féll Eva fyrir þessari lygi. Og hvað þýðir það í raun? Að hún skyldi hafa tekið við orði höggormsins. Hún tók við orði höggormsins og þar með hafnaði hún orði Guðs. Hún hafnaði Jesú. Hún var ekki lengur í orðinu og var því ekki í Jesú. Hún var í raun og veru að krossfesta Jesú Krist. Hún var í ljósi og hún fór úr ljósi yfir í myrkur, úr sannleika yfir í lygi, úr lífi yfir í dauða, úr Jesú yfir í Satan. Það hinn grátlegi raunveruleiki. Og það sama á við okkur. Ef við höfnum orði Guðs og hlustum á lygi óvinarins, þá erum við að hafna sjálfum frelsara okkar, Jesú Kristi, og ljósið, lífið, það hörfar og við tekur myrkur sem leiðir til eilífrar glötunar. Við þurfum að elska Jesú, elska orð Guðs. Aðeins það gefur okkur óskapað eilíft líf. Margir eru með mynd af Jesú og segjast elska Jesú, en geta þeir sagt með sanni að þeir elski orð Guðs? Það ætti að vera öllum ljóst eftir þessa yfirferð að það ekki hægt að elska Jesú öðruvísi en að elska orðið. Við höfum ekki Jesú nú fyrir augum okkar, holdi klæddan, en við höfum orð Guðs. Og þú kannski segir: ég vil líkjast Jesú. En viltu í raun líkjast orði Guðs? Viltu í raun að líf þitt mótist af orði Guðs? Þá dugar ekki að horfa bara á einhverja mynd eftir einhvern góða listamann. Þú þarft að kynnast Jesú og þú kynnist honum í orðinu. Og Jesús svarar okkur við að á efsta degi þá muni hann votta þetta: aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörðamenn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir þekktu hann ekki. Þeir höfðu ekki sinnt því að kynnast Jesú, kynnast orði Guðs. Þeir höfðu ekki sinnt því og ef við gefum okkur ekki tíma til að kynnast honum, að þá mun hann ekki kannast við okkur. Við þurfum að eyða tíma með Jesú, láta Jesú dvelja í okkur. Og við gerum það með því að láta orðið sem var í upphafi, orðið sem kom í heiminn, holdi klætt, dvelja í okkur. Amen.